Byggðasafnið í Görðum fagnar 60 ára afmæli í ár. Það má segja af því tilefni blásið það til veglegrar veislu því verið að vinna í nýrri grunnsýningu, stórbæta aðgengi, útbúa hljóðleiðsögn, setja upp míkróbíó og fleira stórskemmtilegt og fróðlegt. Byggðasafnið á Görðum og Akranesi. Hver er sérstæða þess? Sérstæðan felst held ég fyrst og fremst í því að þetta er mjög stórt safn. Við erum með mjög svona vítt viðfangsefni og spönnum svona margar atvinnugreinar og stórt landsvæði af því að Hvalfjarðarsveit og Akranes eiga saman safnið. Þannig að við erum með bara gríðarlega mikið af munum frá þessum sveitafélögum. Við erum núna að slefa í 60 árin í desember og það er nú býsna langur aldur og á þeim tíma safnast mikið af munum. Ég held að við séum með milli 12 og 13.000 muni ef ég man rétt. Og það er svolítið erfitt að gera þeim öllum skil bara eittur og bingo, þannig að það þarf að rótera svolítið til. Nú erum við í svakalega stóru verkefni og erum að bylta okkar aðalsýningu til þess að geta sýnt fleiri muni en við höfum gert áður og svona aðeins að móta ákveðna frásögn í stóru sýningunni. Já, því að byggðasöfn er ekki bara alltaf með sömu munina inni, eins og þú ert að segja. Nei, og þetta er svolítið svona nafn á söfnum sem að verður bara að segjast eins og þetta er ekki mest sexy nafnið sem að safn getur haft, að þetta segir svo miklu meira heldur en bara sögu byggðar. Þetta er hvernig fólkinu leið, hvernig fólki lifði, hvernig það lék sér og allir aldurshópar, þannig að mér finnst byggðasafn ekkert sjúklega spennandi nafn og við erum kannski, ef einhver sem er að horfa er með hugmynd að skemmtilega nafni, þá værum við alveg til að skoða það. Okkur langar svolítið bara að fara að kalla okkur Big Museum. Sem er hvað? Sem er þá byggðasafnið í Görðum en reyna að höfða til erlendra gesta með að vera svona Big Museum. Gekkja flippa. Í tilefni af afmælinu okkar erum við semst að breyta þessari sýningu en til þess að breyta sýningunni þá þurftum við að gera alls konar breytingar á húsnæðinu. Það var mikil þörf á viðhaldi þannig að við höfum farið alveg talsverðar breytingar til því. Við viljum líka geta fengið bara alla gesti til okkar þannig að við erum verið að gera skurk í aðgengismálum og erum komið með til dæmis lyftur fyrir hjólastóla eða þá sem geta ekki labbað upp og niður tröppur og komið með salerni þar sem er aðgengi fyrir fatlaða og síðan bara í öllu sem við erum að vinna erum við að reyna að vinna því að aðgengi sé gott og bara eins líka fyrir þá sem að sjá ekki að vera að vinna með hljóðleiðsögn og reyna líka það sem eru heyra ekki að vera þá með leiðsögn texta á prenti. Þetta er ekki allt tilbúið, það er ýmislegt í vinnslu ennþá en okkur langar að gera vel við alla. Út á hvað gengur nýja sýningin? Það er sem sagt búið að núna skrifa svona heildstæða frásögn gegnum allt safnið. Þú kemur inn á safnið, inn á nýju sýninguna og þú ert tekin í ferðalag gegnum allt húsið á þessum 2 hæðum og kemur byrjar í svona sjósögu hvernig fiskurinn var veiddur á hvernig bátum, hvernig var aðbúnaðurinn, veiðarfærin og kemur svo upp og þá kemur svolítið svona í land, hvernig var það lífið í landi á meðan að sjómennirnir voru á sjó. Svona baðstofulífið, hlóðaeldhúsið, staða kirkjunnar og svoleiðis svona dagsdaglega lífið. Svo labbar maður inn í gegnum þennan tengiganginn og ferð inn í aðeins svona nýrri tíma, atvinnusöguna og stóriðnað, smáiðnað, lífið í vinnu og labba svo aftur niður og þá ertu komin í svolítið svona lífið í leik. Íþróttir, revíur, tónlist, ljósmyndun. Ég tók eftir því þegar þú kemur út ganginn að þá mætir þér bara heill veggur af einhverju iðnaðar apparati sem ég kann ekki tök á. Hvað er þetta? Þetta er stjórnstöðin úr sementinu og við fengum þetta semst þegar að sementsverksmiðjan var rifin og þetta var geymt og kom svo út, kom svo inn þegar að við skiptum neðurútgang. Þá þurfti að taka einn vegginn í burtu og stjórnstöðin kom inn rétt áður en að honum var lokað. Á hverju eiga gestir von á þegar að koma? Hvaða breytingar hafa átt sér stað á safninu? Eitt af því sem við erum að bæta við er einmitt míkróbíóið og svo erum við með sérsýningarrými sem að verður með breytilegum sýningum. Þannig að þó svo sért búin að koma í janúar þá getur aftur komið í júlí þegar það komið ný sýning. Hver er svona sérstæða ykkar í samhengi safna á Íslandi?
Já, við erum meðfram nýju grunnsýningunni erum við að skrifa hljóðleiðsögn. Þannig að þegar þú kemur á safnið sem gestur, þá fylgir með aðgangseyrinum, þá færðu svona hljóðleiðsagna tæki og stimplar inn númer við þá muni sem eða þegar það á við og þá færðu textan og upplýsingarnar bara í eyrað eftir því sem að þú svolítið stjórnar ferðinni. Safnið eins og það stendur í dag, það heilmikið að sjá og það opið allt sumar. Já, við erum opið frá 10 til 5 alla daga í sumar og það náttúrulega ýmislegt af þessu nýja komið í gagnið. Til dæmis litli míkró bíósalurinn okkar, við erum alltaf með einhverjar heimildarmyndir eitthvað skemmtilegt þar, mjög gaman að sjá það. Og síðan svona að ryðja sér rúms, ýmsar breytingar og annað eldra ennþá. Þannig að þetta svolítið einstakt tækifæri að sjá svona verkefni, stórt verkefni í vinnslu ef fólk hefur áhuga á því.